Hér hefur nýráðinn þjálfara Þór Káa, Halldór Jón Sigurðsson. Ég ætla að halda áfram að nota bara Donni eins og við höfum alltaf gert til hamingju með nýja starfið. Já, þakka kærlega fyrir það. Þetta bara brátt að? Já, það er óhætt að segja það. Þegar þetta kom upp þá bara fannst þetta mjög fljótt og ég er mjög ánægður með það. Þannig að við Akureyringar við höldum hérna í þorpinu og það gleður marga. Já, bara frábært að vera áfram á Akureyri sko, hvort sem það er Káamenni eða Þórsmenn. Donni, þú ert að taka við kvennalið og þetta verður væntanlega frumrið þín með meistaraflokk kvenna. Var engin efi í huganum að fara að ráðast á það? Nei, það var ekkert efi að ráðast í það. Mér er alveg sama hvort kynið það er sko. Þetta eru leikmenn og leikmenn þarf að þjálfa og við erum með flott fótboltalið og það er bara spennandi. Þór Káa hefur verið mjög öflugt í gegnum tíðina og planið er að hafa það áfram og taka næstu skref í því sem er búið að vera að gera mjög vel, að taka næstu skref og færa liðið hans upp á við. Þetta er eins og segir, þetta á ekki að veltaði fyrir sig hvað strákar og stelpur. Þetta eru knattspyrnu fólk og það er það sem skiptir öllu máli. Og þú ert að taka við góðu búi frá Jóa sem er nú búin að gera gott síðust ár, þannig að þetta er gott veganesti sem hún farið. Já, það er ekki spurning, ég held að sé ákveðið meðbyr bara og að taka við mjög góðu búi og Móli og Jói hafa unnið frábært starf í síðustu ár og það er mikil tækifæri hér hjá Þór Káa að gera vel. Liðið var Íslandsmeistari í öðru flokki og stóðu svo ágætlega í sumar að mörgu leyti. Það var bara árans jafnteflin sem voru fyrir og ég held að það sé ekkert af vanbúnaði að gera ennþá betur. Þetta er náttúrulega, þú ert að taka við liði sem hefur verið stöðugt í efstu deild mörg undanfarin ár og ekki lent niður í fjórða sæti síðan 2009 eða eitthvað slíkt og hefur verið að vinna titla þannig að það þarf ekkert að kenna stelpunum það neitt. Nei, ég held að nema þeim allar yngstu sem þekktu það ekki. Já, ég held að séu nú reyndar þó nokkrar sem eru svona ungar og kannski voru ekki endilega með en þær hafa unnið eitthvað gegnum mikið flokkan og svo slíka en þetta er bara stórefnilegt og gott lið en stórefnilegt er klárlega orðið og það eru ungar margar hverjar og móttanlegar og móttanlegum aldri skulum við segja. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu tækifæri. Það eru landsliðsstelpur í bland við eldri stelpur sem eru það líka í landsliðinu og svo framvis ykkur af þeim og svo framvis og svo styrkjum við okkur með eins og hefur verið gert í gegnum tíðina með góðum erlendu leikmönnum og ég held að á endanum verðum með feikilega öflugt lið sem á að berjast á topp. Já, við hefum alveg geta gert vonir að það sé ekkert að fara að breytast því að nú er náttúrulega yngri flokkarnir hafa þessi annar flokkur, þetta er náttúrulega bara eitt fremsta lið á landinu, það er ekkert eitt, þetta er fremsta lið, þeir eru Íslandsmeistarar. Engin spurning með það og þriðji flokkurinn stóðu sig feikilega vel, fóru langt í sinni deild og eitthvað neðar sko, þannig að það er bara ekkert að vanbúnaði að halda áfram með þetta. Donni, ég sé bara enn og aftur til hamingju starf, hlökkum til að fylgjast með þér og eigðu góða tíma. Já, takk fyrir það, takk.